Þorvaldur Gylfason. Formaður, virðulegu fulltrúar. Við erum hér til að gera tillögur að nýrri stjórnarskrá í boði þjóðar og þings. Þess vegna tel ég það brýnt að við hefjum sem fyrst lifandi samræðu við þjóðina efnisatriði nýrrar stjórnarskrár. Og ég legg það til sem verklag handa okkur að við forgangsröðum efnisatriðum þannig að þjóðin fái boð frá okkur innan tíðar þann texta til dæmis auðlindamál í samræmi við hugmyndir þjóðfundar og stjórnlaganefndar sem við teljum að muni liggja nálægt endanlegri tillögu okkar þegar upp verður staðið. Og þá getur þjóðin skoðað textann og rætt hann við okkur, hvort heldur á vefnum eða á öðrum vettvangi. Og ég tek eftir því að í þeirri tillögu að skipan í 3 nefndir sem fjalla þau 8 atriði sem þingsályktunartillagan felur okkur að fjalla auk annars. Að þar fellur undir nefnd A, liðurinn umhverfismál og þar á meðal eignarhald og nýtingu náttúruauðlinda. Við ætla aðeins að stoppa hérna, sko, við erum ekki, við þurfum eiginlega að fá kynningu á tillögunni fyrst áður en við tökum hana til umræðu. Ég skil, en ég held að... Því það var verið að mótmæla bara forminu hérna áðan? Já, ég held að þurfum við samt að fá að ljúka setningunni. Ég legg það til að í samhengi við þetta verði mannréttindin tekin inn strax og mér langar að útskýra það mörfáum orðum. Sko, mannréttindakafli stjórnarskrárinnar nútímanlegasti parturinn af stjórnarskránni vegna þess að hann var endurskoðaður og færður í nútímanlegt horf fyrir aðeins 16 árum. Stjórnlaganefnd leggur til að umhverfismál verði felld inn í mannréttindakaflann. Ég sama sinnis og ég einnig þeirra skoðunar að náttúruauðlindaákvæðið sem bæði þjóðfundurinn og stjórnlaganefndin mælir með að við setjum inn í stjórnarskrána eigi einnig heima í mannréttindakaflanum. Og það bara í samræmi við alþjóðlegan samning borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi sem Ísland aðili að. Og þess vegna fyndist mér fara vel á því að setja mannréttindamálin í forgang þannig að þjóðin fái sem fyrst að heyra frá okkur tillögur þau og undir þeim hatti yrðu þá bæði auðlindamálin og umhverfismálin. Og mér langar að koma þessu sjónarmiði á framfæri þannig að hægt sé að hafa það í huga þegar við byrjum að ræða nefndaskiptinguna.